Vantar ekki bara Hildi og Júla? Hægt að sækja nokkuð Hildi og Júla en við getum klárað þetta? Gerðu þú nú eitthvað? Við höldum áfram með fund og berum það upp að taka inn með aðbrigðum tillögu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og hún hljóðar svo að höfðu samráði við tillögu flytjanda, borgarstjórn samþykkir hið auglýsta deiliskipulag og felur umhverfis- og skipulagsráði að fara í sérstaka skoðun og mótun aðgerða, svo sem með notkun gjaldskyldu, íbúakorta eða annarra aðgerða til að stýra bílastæðamálum og koma til móts við áhyggjur íbúa og annarra hagsmunaaðila í nágrenni nýrra stúdentagarða. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þá tillögu á dagskrá gefur merki. Einhver á móti. Það telst í samþykkt og þá ber ég tillöguna upp og vonast til þess að ég hefi lesið hana rétt upp. Og ég bara þetta. Svo tillögu. Mér langar til að bera þessa tillögu. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þessa tillögu sem ég var að lesa upp gefur merki. Hildur, Áslaug. Það telst í samþykkt samhljóma. Við höldum þá áfram með mælendaskrá og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir. Nei, Sóley. Borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Gjör svo vel. Þetta þennan dagskrálið. Litla dúlla mín, þú varst búin að gefa merki hér fyrir í dag. Ekki þú? Þá má ég bjóða borgarfulltrúi Áslaugu Friðriksdóttir. Heyrðu fyrirgefðu. Þá má bjóða Páli Hjaltasyni, borgarfulltrúa, að taka til máls. Sagði mér ekki það. Ágætu forseti, góðu borgarfulltrúar. Það nú svona kannski ekki mikil ástæða til þess að hafa langt mál þetta þegar við erum búin að fjalla þetta mál og samþykkja þessar tillögu sem að ég held að sé besta mál og sjálfsagt að koma til móts við áhyggjur íbúa og rekstraraðila á svæðinu varðandi bílastæðismál. Ég ætla ekki að reifa þetta mál lengra. Það er búið að vera að fjalla sögu þessar uppbyggingar. Þetta er svona eitt af þéttingarmálunum okkar. Það var þarna á skipulagi fyrirhugað að byggja bílastæðishús og skrifstofubyggingar ofan á og hafði verið þannig lengi og þannig hafði lóðin raunverulega staðið. En breyttar áherslur í skipulagsmálum urðu til þess að það var fallið frá bílastæðisbyggingu og bráðaþörf nemenda fyrir húsnæði var til þess að þetta var skoðað og kom í ljós að þetta var mjög góður kostur fyrir nemendagarða nálægt Listaháskólanum og nálægt Hlemmi, nálægt almenningssamgöngum og ekki langt frá tveimur stóru háskólanum. Ég bara fagna því að þessi mál hafa fengið þennan endi. Ég held að þetta sé gott skipulag og þó ég skilji vel að þeir sem þarna búa í nágrenninu áttu von á því að þarna væri bílastæðishús byggt og auðvitað á fólk að geta treyst því að skipulag haldi. En það verður líka að vera skipulag, verður líka þannig að það bregðist við nýjum kröfum og nýjum óskum og ég held að þetta sé mjög góð lausn þarna á þessu svæði. Þá hefur borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið máli sínu og skal fleiri eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið.
Borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir er sjúk í að komast í pontu. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætlaði að fá að fagna þessari breytingatillögu sérstaklega sem einblínir á réttindi þá íbúa sem eru fyrir í nágrenni þess skipulags sem við erum núna vonandi að fara að samþykkja. Ég hef svona stundum talað fyrir því í skipulagsráði að þrátt fyrir að við séum mörg hver sammála það að það er gott að breyta borginni og til þess þarf að grípa til ákveðna aðgerða og við erum með ákveðna samgöngustefnu sem við viljum virða. Og ég hef oft svona gaman að því að velta fyrir mér hvernig ákvörðun var tekin þegar ákveðið að leggja gangstéttir beggja vegna allra gatna í Reykjavík. Hvernig sú umræða myndi líta út ef sú umræða myndi koma fyrst fram núna. Ég held því að það sé mjög gott að stíga skref í átt að aukunum almenningssamgöngum og búa til betri borg fyrir okkur öll þar sem eru valkostir. Þeir sem vilja nota almenningssamgöngur geta gert það og skipulagið ýtir undir það. Þeir sem vilja vera á sínum einkabílum geta það líka og það sé pláss fyrir alla. Hins vegar held ég að við sem borgarfulltrúar verðum að bera ábyrgð á því að stíga mjög skörulega fram í því að það er alveg réttmætt að núverandi íbúar þar sem að koma ný byggð eru kannski örlítið uggandi um sinn hag því að við getum eflaust öll viðurkennt það. Það eru auðvitað oft bara frekar pirrandi að fá ekki bílastæði þegar maður vill. Í þessu skipulagi sem ræðir þá held ég að það séu ekki kannski beint ástæðu til þess að hafa af því miklar áhyggjur þar sem svona íbúa einingar að ræða þar sem að upplýsingar frá Félagsstofnun stúdenta sýnir fram á að það er ekki mikið bílaeign þar. Hins vegar held ég að við ættum að svona stíga fram með öflugri hætti með að bjóða upp á gjaldskyldu og íbúakort og allar þessar lausnir eins og vorum að samþykkja núna. Og ég held við ættum að skoða það að gera það bara svona almennu verklagi í þeim reitum sem við erum að taka til skoðunar, svo við séum ekki alltaf að kasta boltanum til borgarana og bíða eftir að þeir kvarti eða vilji einhvern veginn leita réttar síns, en í staðinn sé þetta sjálfsögð þjónusta sem við veitum. Ég held hins vegar að þetta sé mikið fagnaðarefni fyrir stúdenta. Ég held að þetta sé gott fyrir þann húsnæðisvandað sem þeir standa frammi fyrir. Þannig að ég fagna þessu bara. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið máli sínu og þá hafi ekki fleiri hvatt sem hljóðs undir þessum dagskrárlið. Jú, borgarfulltrúi Daði B. Eggertsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég hef oft kveðið með hljóðs húsnæðismál hér á undanförnum mánuðum og það var sérstakt fagnaðarefni þegar borgarstjórn sameinaðist nýja húsnæðisstefnu síðasta ári. Í tengslu við þá samþykkt að þá var stúdentum veitt vilyrði fyrir lóðinni við Brautarholt 7 sem nú er verið að klára skipulagið fyrir, þannig að nú er hægt að fara að byggja. Það er sérstakt ánægjuefni að afgreiða þetta mál hér og ég er mjög ánægður með þá samstöðu sem að endingu náðist í borgarstjórn með það og vil þakka nýjum borgarfulltrúa Hildi Sverrisdóttur sérstaklega fyrir milligöngu í því máli því að við eigum eftir að fá inn á okkar borð fjölda þéttingarreita sem að koma til okkar kasta. Þetta eru viðkvæm mál, varða nærumhverfi, við þurfum að mynda traust í vinnubrögðum, gagnvart íbúum og nærumhverfinu en líka hér innan borgarstjórnar. Og ég á von á því núna þegar að næstu áfangar eða tillögur hóps innleiðingu húsnæðisstefnunnar komið fram að þá verði sama samstaða og hefur verið í þessu máli í dag. Þá hefur borgarfulltrúi Daði B. Eggertsson lokið máli sínu og þá hafi ekki fleiri hvatt sem hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við berum upp